Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú það friðurinn. Við ætlum að heyra friðargönguna á Þorláksmessu. Velkomin Þuríður og Þórarinn. Takk fyrir. Takk. Segðu okkur aðeins, Þórarinn, kannski þessi friðarganga. Hversu oft hefur hún verið gengin hérna á Akureyri? Hún hefur gengin samhangandi síðan 2002. Já. Og reyndar hafði þá fyrir aldamót verið eitthvert árabil verið friðargöngur á Akureyri, en það hefur aldrei fallið niður síðan 2002. Einmitt. Og hún svona, þátttaka vaxandi? Sjáu þið einhverja þróun í því, eða þetta alltaf sami hópurinn? Já, það nú svona aðeins upp og niður eftir hvernig ástandið í heiminum. Þetta byrjaði nú með þegar að menn voru að undirbúa innrás vesturveldi og viljugar þjóðir voru að undirbúa innrásina í Írak. Þá var ansi mikil svona uggur í fólki og stemning, sko. Og fyrstu árin eftir innrásina í Írak þá var kannski jafnvel fleira heldur en hefur verið núna. Já. En þó hefur þetta nú haldist svona svipað svolítið. Og veistu einhverja tölu? Getur ímyndað hvað margir að taka þátt núna svona eins og í fyrra? Það kannski 50 manns. Já, það pláss fyrir fleiri? Já, það alveg pláss fyrir fleiri, sko. Hvernig þessi ganga? Hvaðan gengið og hvert gengið? Alltaf gengið frá samkomuhúsinu. Já. Og kveikt þar á kyndlum eða kertum. Og gengið út í gegnum miðbæinn, endað á Ráðhústorgi. Þar ávarp eða haldin tala og sungið einhver sem syngur eða les ljóð og svo gjarnan taka menn eitt lag saman í lokin, stuttathöfn. Hugguleg stund. Mjög hugguleg. Þetta viljum við endilega gera að fastri hefð því yfirleitt tilefni til. Hvernig tengist þú þessu, Þuríður? Ertu undirbúið þetta? Ég kem ekki undirbúningnum þannig, en ég var beðin að vera með þetta ávarp í lok göngunnar. Og ég hef tekið þátt í friðargöngunni þegar ég bjó í Reykjavík, sem farin niður Laugaveginn. Og mér finnst bara, þetta svo falleg hefð að gera þetta á Þorláksmessu, þegar allir eru með svona frið í hjarta og maður að hugsa svolítið mikið rólegheit og jólaboðskapinn og þetta. Að láta þetta vera að hluta af jólahefðinni. Stilla sig inn í svona jólin með þessu, upptaktur jólana kannski. Klukkan hvað gangan? 8. Hún klukkan 8 alltaf á Þorláksmessu. Gengið af stað eitthvað nálægt klukkan 8 frá samkomuhúsinu og Þorlák. Og sagðirðu að fólk væri með kyndla, var það svoleiðis? Já, við höfum nú lengst að verið með kerti. Síðan hafa nú framleiðsla á þessum ákveðnu friðarkertum hætt. Svo voru þau nú líka ekki bara alltaf góð því að þau voru svolítið eftir í fötunum af fólki. En þannig að við erum núna að reyna að koma upp kyndlakerfi í staðinn. Og veðrið kannski hefur alltaf svolítil áhrif líka á þáttöku eða hvað? Já. En það hægt að klæða af sér veður. Það má alveg benda á það. Já. Í hitti fyrra þá gengum við í stórhríð á móti norðan stórhríð. Já, alveg. Og vorum ekkert mikið færri en venjulega og svo bilaði nú rafmagnið á torginu þannig að fólk var að þjappa sér mjög fast saman til þess að og þar var sungin Friðarins Guð. Já, í rafmagnsleysinu. Og Masters of War eftir Dylan því að hann var nýorðinn Nóbels hafi. Og Pétur Pétursson öskraði boðskap sinn, læknir, yfir mannskapinn. Engan mikrofón. Menn mistu ekki orð. Nei. Og búið að ákveða hvaða lög á að syngja það í ár? Nei. Þetta í undirbúningi. Það ungur trúbador sem ætlar að syngja, Sigurður Ormur. Og það kemur bara í ljós. Og ert þú tilbúin með ávarpið? Ekki enn, en ég var svona, byrjuð að undirbúa mig og náttúrulega svona farin að huglega bara hvernig, út frá hverju ég mun tala, sko. Og
Þetta ekki alveg að marka, fólk heldur kannski að þátturinn sé tekin upp í dag, föstudag, en þú hefur nokkra daga. Ég hef nokkra daga. Það ekkert svo friðsælt í heiminum að það séu vandræði að finna tilefni. Nei, það náttúrulega ekki vandræði að finna tilefni. En það svona spurning hvar maður byrjar, því að það svolítið fjarlægt að tengjast stríðsátökum þegar maður í rauninni líka bara heima hjá sér í sinni stofu eða þess áttar og hvað maður getur gert og hvar maður á að byrja og þess áttar. Og mér finnst það að vera kannski það sem maður skiptir mestu máli þegar maður hugsa hvað við getum sjálf gert bara byrja í rauninni á sjálfum sér og sínum eigin frið og frið í hjarta og þess áttar hjá okkur sjálfum. Og svo auðvitað mótmæla þegar maður sér einhver harðræði eða þess áttar sko. Og þetta einmitt, hvað getum við gert? Við getum bara svo einfaldlega mætt í friðargönguna og sýnt þannig smá samhug í verki. Já. Það kannski númer 1 og 3. Og það nefnilega, það svo gaman þegar fólk kemur saman í þessu tilgangi. Og það það sem svo fallegt í þessari göngu og í göngunni sem ég hef tekið þátt í Reykjavík, að það svo góð stemming og það bara yndislegt að ganga hérna í myrkrinu með kerti og allir að hugsa í rauninni það sama. Það eitthvað magna. Ég fór einu sinni í Reykjavík. Já, þetta náttúrulega, fólk hefur sjálfsagt býsna ólíkar kannski ástæður til að fara í þetta en þetta nú sameiginleg held ég hugsjón mannanna út allan heim, það friðurinn í öllum trúarbrögðum og hvort þið tengja það trú eða ekki. Hins vegar veruleikinn ekki þannig að eins og þetta sé æðsta hugsjón mannanna. Þannig að það alltaf ærið tilefni. Við finnum kannski ólíkar ástæður fyrir orsakir, fyrir stríðunum. Þau eru nú háð gjarnan undir einhverjum dulargerfum og undir einhverjum fallegum merkjum. En að mínu mati snýst þetta nú mjög mikið átök stórvelda yfirráð á svæði og gróðadrifið og svo framvegis. En sem ég segi, fólk hefur ólíkar greiningar á þessu en hugsjónina eigum við allavega saman. Og það alveg ástæða til að reyna að gera jólin að þeirri friðarhátíð sem að sungið var yfir Betlehem og friður á jörðu. Nákvæmlega. Dýr sé Guð í upphæðum á friður og jörðu, sagði Englandi, á það ekki? Mér finnst þetta frábær lokaorð. Við hvetjum Akureyringa til að fjölmenna í friðargöngunni á Þorláksmessu. Takk kærlega fyrir komuna Þuríður og Þórarinn. Takk fyrir. Og gleðileg jól. Gleðileg jól. Takk.